Velkomin í Háskólann á Akureyri. Nú mun fara fram rafræn kynning á nútímafræði en nútímafræði einungis kennd við Háskólann á Akureyri. Ég heiti Sólveig María og er verkefnastjóri markas- og kynningamála hér við Háskólann. Með mér í dag er Karen sem er nemandi í nútímafræði og með okkur er einnig Heiða Kristín sem er skrifstofustjóri á hug- og félagsvísindasviði. Við munum hefja leik á kynningu á Háskólann á Akureyri og því næst munum við einblína á nútímafræðina. Það er lítið Q&A box á skjánum ykkar og við hvetjum ykkur eindregið til þess að nota það til þess að senda okkur inn spurningar sem við munum svara eftir bestu getu. HA er þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nánd við kennara er mikil og nemendur tínast ekki í fjöldanum. Hér er allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt er að nálgast alla sólarhringinn, bókasafn, rannsóknarstofur og mötuneyti. Á Akureyri er allt til alls. Við erum með stúdentaíbúðir sem er tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér er gott útivistarsvæði en Hlíðarfjall er auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa á tónleika eða leikhús og svo er auðvitað frítt í strætó til þess að flakka á milli allra afþreyingana og veitingastaðana sem er í boði. Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sért staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þar sömu. Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar. Þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Próf er hægt að taka hér á Akureyri, í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. Jæja, þá ættu þið að vita eitthvað meira Háskólann á Akureyri núna og því ekkert því til fyrirstöðu að vinda okkur beint í nútímafræðina. Gjörðu svo vel, Karen. Já, takk fyrir. Já, ég heiti Karen og ég er þriðjársnemi í nútímafræði. Sú spurning sem ég fæ ábyggilega oftast er hvað í ósköpunum er nútímafræði? En nútímafræði er hugvísindatengt nám sem tengir saman heimspeki, siðfræði, sagnfræði, bókmenntir sem dæmi. Svo er eitthvað sem nefnt. Nútímafræðin, ég hef oft sagt þetta svoleiðis að nútímafræði kennir hvernig samfélag okkar varðar því sem það er í dag og af hverju. Þetta kemur út frá mörgum hugvísindatengdum þáttum sem blandast einhvern veginn allir saman, hvernig þróun og uppbygging nútíma samfélags hefur farið fram og mjög svona fjölbreytt og opið. Það sem mér fannst merkilegast áhugaverðast við námið var hversu mikla stjórn maður hefur á náminu sjálfur. Maður fær rosalega mikið að byggja upp af sínu áhugasviði, að sínum bara því sem maður vill fókusa á mest og þar af leiðandi fór ég í skiptinám. Það er miklu möguleikar að fara í skiptinám þar sem ég prófaði að flytja út og stunda nám annars staðar sem var líka æðislega skemmtileg upplifun. Já, þannig að 1/3 af náminu er eiginlega val, þannig að maður getur svolítið gert það sem maður svona langar. Það er mikið opið, mikið hægt að gera. Og eitthvað svona dæmi val, hvað valdir þú, hvað varst þú að leggja áherslu á? Ég lagði áherslu þegar það val sem ég valdi hérna innan hús í HA var fjölmiðlafræði og síðan mannfræði. En það sem ég var svolítið að prófa úti í Tékkland það sem ég bjó var svolítið svona alþjóðasamskipti, international relations og stjórnmálafræði. Sem ég fannst mjög áhugavert að prófa eitthvað sem var þá ekki kannski, sem ég gat ekki tekið hérna heima. Já. Og mér finnst líka mjög skemmtilegt að geta haft þá stjórn, að geta lært það sem mig langar að gera. Þannig ég er með svolítið sveigjanleika til þess að mynda nám sem mig langar. Já. Það finnst mér svona stærsti kostur við þetta. Akkurat. En nú fluttir þú frá Reykjavík, er það ekki rétt? Til þess að stunda nám hér. Hvað var svona til þess og sérðu eftir þeirri ákvörðun eða var þetta bara hárrétt? Alls ekki. Þetta var hárrétt ákvörðun. Mér langaði að vera nemi í háskóla, bara koma í bygginguna, fara í tíma, kynnast fólkinu sem ég hef algjörlega fengið upplifa hér út af því að þetta er lítið umhverfi. Þú kynnist fólki á öllum sviðum í skólanum, mikið og sterkt félagslíf og
það er auðvelt að fá íbúð, það er hagstætt að búa hérna, það er stutt í allt sem að þarf, auðvelt að fara á skíði sem er algjör plús og bara ég sé alls ekki eftir að flutt. En myndi mæla með því fyrir alla að flytja frekar á staðinn, sko, það er virkilega skemmtilegt. Já. Og þá líka góð tenging, þú veist, á milli nemenda og kennara, hvernig aðgengi og svona? Aðgengi virkilega persónulegt, það komur einstaklega óvart hvað maður hefur virkilega góð beintengsl við alla kennara og líka við nemendur, alla þjónustu, þau þekkja mann á nafni, jafnvel, margir hverjir og bara já, maður getur bara spjallað eins og gefið high five á rektorinn á ganginum og hann spyr bara Karmín, hvernig var í skiptináminuðinu og maður bara svona, já, ok, þetta er svolítið svona persónulegur skóli, þetta held ég myndi ekki vera allstaðar. Nei, frábært. Ég held að við séum komin með einhverja spurningu. Já, hvað ætlað þú að nýta námið í? Ég er að stefna á master og ég er að fara til Hollands að læra sjálfbæra þróun, hvernig það tengist stjórnmálum, stjórnsýslu og samfélaginu. Það er líka möguleikar á ýmiss konar mannfræði, viðskiptafræði, stjórnunar tengt. Það er námið býður upp á rosalega mikið og það er svo opið að þú getur svolítið sótt allt saman. Þetta er svona grunnur af mjög mörgu. Þannig að það eru margar og ólíkar dyr sem opnast að námi lokk í rauninni. Ég útskipta líka stundu þannig að þetta er svolítið svona fullkomin nám fyrir þá sem veit ekki alveg hvað þið vilja gera. Já. Út af því að maður fær svona að prófa, svona að testa eitt og eitt af öllu, einhvern veginn sem ég fannst svo skemmtilegt. Frábært. Og við hvetjum ykkur annað aftur til að senda inn spurningar ef einhverjar eru. Þú komst þess að það væri frábært félagslíf hérna. Hvernig er þetta félagslíf? Geturðu sagt okkur það eitthvað? Já, það sem nútímafræðinni meðan maður í Kumpana, nemendafélaginu, sem er virkilega skemmtilegt. Það er margar námsleiðir sem koma þar inn, þannig að maður kynnist fólki sem er að læra alveg ýmislegt. Það er virkilega mikið af viðburðum í gangi, það sem blandast líka bara allar námsleiðir og deildir skólans. Það er bara árshátíð, sprellmót og bara margir viðburðir og ýmislegt að gerast. En svo af því að þetta er byggt upp sem sagt, þetta er sveigjanlegt nám og nemendur búa hér og þar, en þeir koma reglulega í lotur, eða ekki? Jú, passar. Jú, og hvernig er það? Þú veist, hvað er það að gera í þessum lotum? Virkilega skemmtilegt þegar nemendurnir sem maður er með í námi, sem er í fjarnámi, koma og maður fær svona að kynnast þeim í persónu, maður er búin að vinna með þeim og svoleiðis. Að í lotunum eru kennarar mikið að leggja áherslu á verkefnavinnu, hópavinnu, bæði að nýta það sem maður hefur lært nú þegar á önninni og bara líka hrista hópinn saman, finnst mér. Og í þessum lotum er líka hittingar á vegum nemendafélagsins og já, þetta er svona virkilega skemmtilegt svona einu sinni enn, maður er alveg búin að því eftir á, en þetta er svo virkilega skemmtilegt þessi 3 dagar þegar það stendur yfir. Frábært. Heiða, erum við að gleyma einhverju sem er alveg nauðsynlegt að koma fram? Nei, þetta er bara allt komið hjá okkur og einmitt gott að þú komst inn á þetta með valið, að nánast 1/3 af náminu er valnámskeið. Þannig að það var einmitt, held ég, stærsti sellerinn fyrir mig að það möguleikin á að mynda þetta að sínu. Já, geta gert þetta svona, sniðið þetta algjörlega þér og líka eins og þú komst inn á svona kannski góð leið fyrir þá sem veit ekki nákvæmlega hvað er vilja. Algjörlega. Þá er þetta svona svolítið opið. Ef að það eru engar frekari spurningar, þá förum við að láta þetta gott heita hér í dag, en við bendum ykkur á vefinn okkar, unak.is, þar sem þetta nálgast allar upplýsingar og svo ekki hika við að senda okkur fyrir spurn ef eitthvað er óljóst. Umsóknarfrestur er svo til og með 15. júní. Takk fyrir, kærlega. Takk.